nokkuð margir ræðumenn sem flytja þarna erindi, bæði stutt og löng, og 2 gestir, prófessor Harald Hegstad frá Oslo, prófessor í praktískri guðfræði, og síðan Dís Gundlach frá Þýsku kirkjunni, sem stýrir þar gríðarlega miklu endurnýjunar átaki kirkjunnar, sem sennilega mesta endurnýjunar átak í Þýsku kirkjunni frá tímum Schleiermachers, upp á 19. aldar. Já. Og það tengist afmæli siðbótarinnar 1517, það er að segja afmælinu 500 ára afmælinu 2017. Já. En þetta málþing kemur til vegna þjóðkirkjulagana sem voru sett í maí 1997 og áttu sér töluverðan aðdraganda á kirkjuþingi. Svoleiðis að það eru þjóðkirkjulögin sem voru sett 1997 sem eru þarna í fókus. Já. Og þau tóku gildi 1. janúar 1998 og er því að verða 12 ára. Og hugmyndin er sú að skoða dálítið hvað felst í þeim, hvað hugmyndafræði liggur þar að baki og hvernig hefur sú hugmyndafræði þróast, það er að segja hvaða áhrif hafa þessi þjóðkirkjulög haft. Já. Og hvað þarf að endurbæta, hvað þarf að skoða betur og hvað þarf að lagfæra og svo framvegis. Og ein ástæðan fyrir því og það sem að gera þetta málþing eiginlega mjög spennandi og ég held að sé að vissu leyti ákveðin tilviljun, að það er þessi mikla lýðræðisumræða í þjóðfélaginu. Já. Og þegar við vorum að byrja að undirbúa þetta málþing snemma síðastliðinn vetur, að þá var þjóðfélagi logandi í þessari umræðu. Stjórnlagaþing, lýðræði og endurskoðun alþingis og svo framvegis og svo framvegis. Já. Og þá hugsuðu margir ábyggilega hvað þá íslensku þjóðkirkjuna, hvað stendur hún? Er hún lýðræðisleg stofnun? Er hún algjörlega lýðræðisleg? Er kirkjuþing lýðræðislegt þing? Er allur umbúnaður kirkjuþing þannig að kirkjunni sé stjórnað á lýðræðislegan hátt? Bæði hvernig kosið til kirkjuþings og hvernig störfin eru þar. Og hvernig kemur svo yfirstjórn kirkjunnar að þessu, kirkjuráð og biskupsembættið. Þetta er allt stóra spurningar og það er eiginlega þjóðfélagsumræðan dálítið sem að varpar þessu kastljósi, getum maður sagt, á kirkjuna og á hennar stjórnarhætti. Og það er það sem að gera þetta mjög spennandi og mjög knýjandi og ég tel fulla þörf á því að kirkjan einmitt endurskoði sína stjórnarhætti. Og það er vissulega kominn tími til þess að sjá hvernig þjóðkirkjulögin hafa reynst og hvernig hefur verið starfað eftir þeim.